Þeir mæta flestir tvisvar í viku og sumir oftar, karlarnir í Ballskákklúbbi eldri borgara í Reykjanesbæ. Þeir hafa hreiðrað sig í vistlegu húsnæðið á Ásbrú, þar sem virkjun til húsa. Virkjun hefur verið miðstöð atvinnuleitenda á Suðurnesjum en nú að verða breyting þar á og hlutverkið að breytast þannig að þar verði rekin nokkurs konar félagsmiðstöð fyrir fólk, burt séð frá því hvort það í atvinnuleiti eða ekki. Starfsemi Ballskákklúbbsins passar því fullkomlega inn í þá starfsemi sem í húsinu. Ballskákklúbburinn í dag með 7 borð og ekki veitir af því að jafnaði mæta 18 til 28 karlar tvisvar í viku til keppni og menn taka leikina fullri alvöru. Þetta alltaf metingur í sumum að vinna. Við viljum náttúrulega allir vinna. Það keppniskapið í mönnum? Já. Það ekki búið þá kallarnir sjóðnir gamlir, þá ekki búið keppniskapið. Svo hefur maður því fleygt hérna fram að það séu ýmsar sögur hérna, sögur frá því gamla daga, menn séu að metast og svona. Þetta ennþá sömu strákarnir og þeir voru hérna, þeir voru yngri. Já, það svona, þeir menn náttúrulega misjafnir hérna eins og þeir voru ungir. Þetta gamla kemur alltaf upp, gamlar og góðar sögur. Þetta eru hér gamlir skipstjórar, segja manni sögur og svona nefna ýmislegt frá því gamla daga. Þrátt fyrir að vera komnir með húsnæðið á Ásbrú þá höfðu karlarnir engin borð til að spila á. Þrátt fyrir að vera komnir að vinnumarkaði þá höfðu þeir margir hverjir góð tengslin í atvinnulífið. Karlarnir fóru því í smá fjáröflunarleiðangur og á einu mánuði voru þeir búnir að safna nægu fé til að geta keypt 7 ballskákborð. Við náttúrulega notuðum okkur þessu við þau áhrif sem við höfðum ennþá. Við erum náttúrulega allir konur af vinnumarkaðnum en við höfum náttúrulega tengst. Ég vann í olíusamlunni í Keflavík í 20 ár og þannig að maður hafði tengsl í ESO og aðrir höfðu tengsl annað, þannig að við notuðum okkur það bara og þetta gekk. Jósef Valgeirsson tekur ballskákina alvarlega. Hann mætir oftar en flestir aðrir því auk þess að spila við félaga sína þá hann sjálfboðaliði hjá virkjun og leiðbeinir þeim sem að byrja í íþróttinni. Hún gerir það í 3 ár. Reynslubolti í íþróttinni? Nei. Þetta er þriðja árið, 4. líklega sem ég er búinn að vera í þessu. Og varstu ekkert í þessu fyrir svona á þínum yngri árum? Nei, mólið. Bara eitt og einu helgist þegar maður var hérna hjá verktökunum hvað maður þarf í matartíma kannski að náðu borði. Eru menn svolítið færir hérna í íþróttinni? Sumir mjög góðir en svo er menn misjafnir eftir hvernig dagurinn á hverjum og einum sko. Svo að dagamunur á fólki sko. Flestir eru karlarnir með sína kjöða og þá engin maður með mönnum nema að hafa hann merktan með upphafsstöfunum sínum. Þeir eru margir mjög fallega kjöða hérna og ég átti nú ekki vonaði að fá svona góðan kjöða sko. Og er hann að bæta leikinn hjá þér? Já, þetta bætir alltaf að vera með sín eigin kjöða sko. Það er rétt að þyngdin í hendi, það munar tölvöld miklu sko. Hvernig það svona, þetta ekki svolítið mikilvægur félagsskapur fyrir ykkur eldri borgara að hafa eitthvað svona skemmtilegt að fara í 2 í viku? Jú, þetta er alveg bara bráðnauðsynlegt og þetta er búin að vera manni alveg geysilega mikil skemmtun að geta farið hingað 2 í viku. Og ég fer til dæmis alltaf hingað ég bara mögulega get og mér sýnist þeir svona að vera svipað sinnir. Eru þið allir góði vinir, svona þekktustu allir áður eða eru þið bara orðnir svona bestu félagi núna kannski? Fjöldinn allur hefur nú bara þekkst frá því hérna í gamla daga. Alla tíð en svo kemur svona einn og einn sem hefur komið seinna inn í þetta og þeir spilla ekki fyrir. Þetta er allt saman úrvalsmenn. Einhver inntöku skilyrði eða aldurstakmark? Nei, ég held ekki, en koma nú yfirleitt hingað þegar þeir hætta að vinna og svo er maður ekkert rekinn burtu hérna þó maður sé búinn að vera hérna í 15 ár.